Í þessu myndbandi ætlum við að fara yfir hvernig þú setur upp kerfið og hvernig þú skráir inn upplýsingar fyrir stofngögn, sölugrunn og þjónustutengingar. Við byrjum á að smetla á takkan uppsetning á valmyndastikunni aðgerðir en þá opnast fellivalmynd með ýmsum uppsetningar möguleikum. Við byrjum á því að skrá inn stofngögn og veljum þau úr fellivalmyndinni. Þar áttu að skrá inn samskipta upplýsingar fyrirtækisins sem þú starfar hjá og bankaupplýsingar í samræmi við það sem kemur fram í þessu myndbandi. Ekki nauðsynlegt að skrá inn IBAN-númer. Ef þú vilt setja inn mynd af vörumerki fyrirtækisins, þarftu að hægri smetla á gluggann og þá getur þú leitað eftir mynd til að hlaða inn í kerfið. Undir bankaupplýsingar þarftu að skrá inn heiti banka og númer hans. Undir númer bankareiknings þarftu að slá inn bankanúmer, höfuðbók og reikningsnúmer. Að lokum þarftu að skrá inn bókunarflokk bankareiknings. Þegar þú hefur lokið uppsetningu á stofngögnum, þá skulum við færa okkur yfir í það að staðsetja vörumerki fyrirtækisins á sölureikningin. Við byrjum á því að smetla á takkan sölugrunnur á valmyndastikunni. Ef þú hefur þegar hlaðið inn vörumerki fyrirtækisins, getur þú stillt staðsetningu þess á sölureikningnum eins og hér er sýnt. Tók býður upp á öflugar þjónustutengingar eins og til dæmis samskipti við bankastofnanir, þjóðskrá og ríkisskattstjóra. Núna ætlum við að fara í gegnum uppsetningu á helstu þjónustutengingum sem Tók býður upp á. Tenging við Þjóðskrá Íslands er hugsuð fyrir þau fyrirtæki sem stofna viðskiptamenn og eða lánadrottna oft á dag. Við stofnun á viðskiptamönnum og lánadrottnum sækir þjónustan gögn til Þjóðskrár Íslands og fyllir út til dæmis heiti viðkomandi og heimilisfang á viðskiptamanna eða lánadrottnaspjaldi. Þessi þjónusta minnkar vinnuna við stofnun þessara aðila og skilar réttri skráningu. Til að virkja þjónustuna er smellt á línuna Virkja þjóðskrá og í kjölfarið smellt á uppsetningarhnappinn á borðanum. Þá opnast nýr gluggi þar sem þú smellir á Tengja. Það er notendum gert ljóst að gjaldfært verður fyrir viðkomandi þjónustu en nánari upplýsingar það er að finna á vefsíðunni tok.is. Þegar við smellum á já er þjónustan klár til notkunar. Næsta þjónustutenging snýr að því hvernig á að virkja sendingu og móttöku rafrænna reikninga frá viðskiptamönnum og birgjum. Mikil fjölgun hefur orðið í hópi fyrirtækja og sveitarfélaga sem gera kröfu að fyrirtæki sendi þeim rafræna reikninga. Þjónusta er virkjuð með því að smetla á Virkja rafræna sendingu og í kjölfarið smellt á uppsetningarhnappinn á borðanum. Þá opnast nýr gluggi þar sem þú smellir á Tengja og þar er notendum gert ljóst að gjaldfært verður fyrir viðkomandi þjónustu en allar nánari upplýsingar það er að finna á vefsíðunni tok.is. Þegar við smellum á já er þjónustan klár til notkunar. Skjalageymsla Advania er svæði þar sem fyrirtæki geta hýst og geymt skjöl á öruggum stað. Skjalageymsluna er til dæmis hægt að nota þegar notandi vill senda skjal í viðhengi með rafrænum reikningum. Auk þess býður skjalageymslan upp á möguleikann að skanna skjöl og vista þau. Þjónustan er virkjuð með sambærilegum hætti og rafrænu reikningarnir og þjóðskráin. Þegar þjónustan er tengd þá opnast nýr gluggi þar sem notandanum er gert ljóst að gjaldfært verður fyrir þjónustuna en allar nánar upplýsingar það er að finna á vefsíðunni tok.is. Bankatenging Tok er öflug og hefur 2 góða kosti þegar búið er að virkja hana. Í fyrsta lagi þegar búið er að bóka sölureikning í kerfinu þá verður leið til krafa á viðkomandi viðskiptamann í heimabanka hans. Og í öðru lagi er að sækja hreyfingar á reikningum beint úr bankanum sem svo færast sjálfkrafa inn í afstemmingarhluta Tok og auðveldar þannig afstemmingu til muna. Bankatengingin gerir notendum þetta kleift án þess að þeir þurfa að skrá sig inn í heimabanka. Fyrsta skref til að virkja bankatenginguna er að hafa samband við viðskiptabanka þinn og upplýsa þjónustufulltrúa að fyrirtæki þitt sé að fara að taka upp Tok frá Advania og að þjónustan noti Advania búnaðarskilríki. Þetta gerir viðskiptabankanum kleift að tengja skilríkið við bankareikning viðkomandi. Viðskiptabankar á Íslandi hafa ólíkar aðferðir við slíkar tengingar og ef uppkoma tilfelli þar sem banki viðskiptavinar telur sig ekki geta afgreitt beiðnina, skal hafa samband við þjónustuborð Advania sem leysir málið hratt og örugglega. Þegar búið er að afgreiða þetta, er smellt á aðgerðina Virkja bankatengingu og í kjölfarið er smellt á aðgerðina Uppsetning á borðanum. Þá birtast 3 möguleikar og þar veljum við að nota íslenskar bankaþjónustur og smellum á í lagi. Við það opnast nýr gluggi þar sem þú átt að velja þinn viðskiptabanka og smetla á auðkenning. Þá opnast valmynd þar sem þú átt að slá inn notendakenni og lykilorð sem er það sama og þú notar þegar þú skráir þinn í heimabankan. Síðan smellir þú að velja skírteini og velur næst í lagi. Þar með er komin tenging á milli Tok og bankans. Hægt er að senda tölvupóst beint úr Tok með einföldum hætti og er þó átt við til dæmis bókaða sölureikninga. Til að virkja þjónustuna er smellt á línuna Virkja tölvupóstsendingar í Tok og svo uppsetning og velja í lagi. Þegar þú fær Tok-kerfið afhent verður þegar búið að skrá inn kenni allra notenda sem eiga að geta unnið í kerfinu.
Notendur kerfisins geta valið hvaða netfang á að vera tengt hverju notenda kenni. Til að breyta netfangi skal fara í leitargluggann, slá inn notanda upplýsingar og velja þær úr listanum. Næst skaltu smetla á hnappinn Nýtt í borðanum og slá þar inn rétt netfang í reitin tölvupóstur. Athuga það að ef senda á viðskiptamanni tölvupósti gegnum Tok þarf netfang hans að vera rétt skráð. Það er gert með því að opna viðskiptamannaspjald viðkomandi viðskiptamanns og skrá þar inn rétt netfang. Með þessu er uppsetningin klár og tilbúin til notkunar. Virðisaukaskatti ber að skila rafrænt og í Tok er hægt að senda gögnin beint til ríkisskattstjóra úr kerfinu. Til að virkja þjónustuna þarf að smetla á virkja rafræn virðisaukaskattskil og í kjölfarið smetla á uppsetning. Þá opnast nýr gluggi þar sem þú skráir inn veflykil. Að því loknu smetlir þú á í lagi og þá er þjónustan klár. Við viljum nota tækifærið og benda þér á ráðgjafa þjónustu okkar sem veitir aðstoð á milli klukkan 9 og 5 alla virka daga. Símanúmer ráðgjafa þjónustunar er 440 9000 og netfangið er tok@advania.is. Nánari upplýsingar Tok finnur þú á vefsíðunni tok.is en þar eru upplýsingar notendanámskeið, upplýsingar þjónustusamning og svæði þar sem helstu spurningum notenda hefur verið svarað.